Góðan dag, góði gestir. Ég ætla hér í dag að tala sjávartengda ferðaþjónustu. Á undanförnum árum hefur störfum fækkað í hefðbundnum atvinnugreinum eins og landbúnaði og sjávarútvegi. Við það hefur hlutverk ferðaþjónustu í atvinnulífi svæða eins og Vestfjarða orðið þýðingameira og í niðurstöðum þjóðfunda sem haldnir voru við gerð sóknaráætlunar 2020 var mikil áhersla lögð á ferðaþjónustu sem vaxtarsprota tækifæra í öllum landshlutum. Vestfirðir búa yfir mörgum þáttum sem laðað geta að ferðamenn. Náttúrulegu umhverfi sem samanstendur af fögru landslagi, fámenni og miklu mótvægi við mannfjölda stórborga. En hvað er þessi ferðaþjónusta? Ferðaþjónustan samanstendur af mjög fjölbreyttum meiningum og það er einmitt eitt af því sem gerir þessa atvinnugrein svo skemmtilega og spennandi. Til að útskýra alla þá anga sem tilheyra ferðaþjónustu er ágætt að horfa fyrst út frá sjónarhóli áfangastaðarins. Áfangastaðurinn getur verið einn þéttbýlisstaður eða heilt svæði. Áfangastaður er í raun staður sem vekur áhuga ferðamanna en verður fyrst áfangastaður fyrir ferðamenn þegar ákveðin þróun hefur átt sér stað og til staðar eru nokkrir þættir grunngerðar og þjónustu. Aðgengi er grunnþáttur og þar er talað samgöngur að sjálfsögðu sem forsendu ferðaþjónustu en einnig verið að tala aðgengi fyrir fatlaða, auk merkinga vega, gönguleiða merkingar á mikilvægum stöðum og margt fleira. Aðdráttaraflið er það sem laðar fólk að áfangastaðnum. Aðdráttaraflið getur verið náttúrulegt eða manngert, það getur verið viðburður, það getur verið hátíð, það getur líka verið Mývatn. En þeir ferðamenn til dæmis sem koma í sjóstanga veiða Suðureyri, þeir koma þangað í þeim tilgangi að veiða fisk. Aðdráttaraflið er tilgangu ferðar, oft á tíðum. Þannig að það er aðdráttaraflið sem dregur það þangað. Aðrir þættir koma svo væntanlega inn í jöfnuna hvers og eins og gera það verkum að þeir velja Suðureyri sem áfangastað frekar en einhvern annan sem uppfyllir sambærilega þarfir. Gistingin er svona einn af augljósasti þátturinn, hún verður að vera til staðar, hún getur verið á öllum tegundum en það þurfa allir að sofa einhvers staðar. Og afþreyingin síðan er raun og vera allt það sem fólk tekur sér fyrir hendur á meðan á ferðinni stendur, skipulagðar ferðir, gönguferðir, kajakferðir, hestaferðir, siglingar, svo fátt eitt sé nefnt. Þarna erum við líka að tala fjölbreytta menningar, viðburði, hátíðir og margt fleira. Aðstaðan er hlutir eins og almenningsklósett, merkingar, gestastofur, upplýsingamiðstöðar, neyðarþjónusta, verslanir, bensínstöðvar og stoðþjónustan síðan, að lokum, eru hlutir eins og bílalegur, veitingastaðir, barir, næturklúbar, tryggingar, þvottaþjónusta, markasetning, ferðaþjónustu, gjaldeyrisskipti, svo fátt eitt sé nefnt. Síðan er það þessi virðiskeið. Þegar við horfum út frá sjónarhóli þess sem að gestsins í raun og veru, þá má segja að hægt sé að setja ferlið upp í keðju ákvarðana. Það er fyrst þessi undirbúningur ferðar og á hverju stígi þessarar virðiskeðju eru svo margar ákvarðanir teknar og möguleikar fyrirtækja, svæða og landa til að hafa áhrif á þessar ákvarðanir sem gesturinn tekur í ferlinu eru til staðar á öllum stigum og netið hefur raun og verið opnað enn fleiri möguleika á því að hafa áhrif á ákvarðanirnar. Og í raun og veru má segja, ef við förum tilbaka í erindið hérna á undan hjá Ögmundi, ef við tölum þessa markaðsdrifnu virðiskeðju, þá er í raun og veru virðiskeðja ferðaþjónustunnar, markaðsdrifin virðiskeðja í sínu tærustu mynd. Það telst í raun og veru hlutverk sameiginlegra markaðssetningar okkar á sviðum til dæmis sem Íslandsstofa vinnur á, Inspired by Iceland og fleiri atriða, að kveikja hugmyndunum að koma til Íslands. Bara það er fyrsta stigið í undirbúningum. Það er það að hugmynd kvikni að koma yfirleitt og heimsækja þetta land. Eyjafjallajökull hjálpa okkur helling í því að kveikja hugmyndina að koma hérna til þessa blessaða lands. Ég hitti Ástrala í flugvél hérna rétt eftir páska sem var á leiðinni hérna vestur. Hann var að kom til Íslands vegna þess að hann var stökk á flugvél í Tælandi á leiðinni til Parísar þegar Eyjafjallajökull gaus og komst ekki leiða sinnar. Þar með kom inn hjá honum hugmyndin að koma til Íslands. Svo endaði hann hérna á Ísafirði en það er önnur saga og önnur ákvörðun.
Þegar síðan ákvörðunin hefur verið tekin og ferðalangurinn að skoða hvaða möguleikar í boði og þá veltur það mjög á tilgangi ferðarinnar hvert í raun og veru sú leit fer. Og oft eyðir fólk rosalega miklum tíma sem sýndar ferðamenn og að skoða það sem í boði og velta fyrir sér möguleikum. Upplýsingasamfélagið og social median eru farin að spila mjög stórt hlutverk við val á áfangastöðum. Vídeó eru frábær leið til að miðla tilfinningu og til að hafa áhrif á ákvörðun. Og síðan mikilvægi þess að markaðsefni fyrirtækja, svæða og landa sé aðgengilegt á netinu og spennandi, það verður ekki ítrekkað of oft. Staðan til dæmis þannig hérna fyrir vestan, og á Íslandi öllu í raun og veru, að það eru alls ekki allir með vefsíður, sem í raun og veru alveg svakalegt faux pas þegar það kemur á markaðssetningu ferðaþjónustu, að vera ekki á netinu. Og það jafnvel ennþá færri sem hafa komið sér í samband við söluaðila ferða, beint samband við söluaðila ferða til að koma afurðum sínum á framfæri. Það alls ekki allir sem það gera. En síðan, við erum að horfa á flutninga til og frá staðnum. Síðan erum við að tala um það sem að gerist, hérna gisting og veitingar, það þurfa allir að gista aftur. Við erum að tala um upplifunina og afþreyinguna og síðan það síðasti þátturinn í þessari virðiskeðju sem að það sem að gerist þegar það sem ferðamaðurinn gerir til að deila sinni upplifun. Það risastór þáttur og það hluta því sem og þá erum við að reyna að fá fólk til að gerast ambassadora fyrir okkur. Leið og fólk verður fyrir upplifun og dregur að sér minnisverðan eða gerir eitthvað sem að hann man nógu lengi til að tvíta það, nógu lengi til að henda því inn í símann sinn, nógu lengi til að taka mynd af því, þá erum við komin með markastæki í hendurnar. Þannig að hérna í gamla daga, þá fóru menn heim, sögðu vinum og ættingjum frá ferðinni og ferðasöguna og einstaka ferðamaður skrifaði bók ævintýrið. Við fengum oft hérna inn fólk sem kom með bækur af mönnum sem höfðu farið svaðilfarir og hotstrandir og vildi gera eins og svo framvegis, sem bara fínt. Einstökum héldu myndasýningar af mjög markverðum ferðalögum og þetta ekki staðan í dag. Og þess vegna það ofur mikilvægt að hafa alltaf í huga í öllu sem við gerum í ferðaþjónustunni að við erum að búa til minningar og þessum minningum deilt strax á netið og út allt, Facebook, Twitter og aðra samfélagsmiðla. Myndasýningarnar sem voru haldnar í gamla daga, eru ennþá haldnar en núna í staðinn fyrir slætur eru komnar samfélagsmiðlar. Síðan eru þessi möguleikar til nýsköpunar í öllum þáttum, hverjum einasta þætti, við erum að skoða vöruna, við erum að skoða hvar við kynnum hana, við erum að skoða stuðningin við viðskiptavinin, við erum að skoða viðskiptavinin, upplifunina, hvernig við miðlum hlutunum, hvernig áferli sér stað þar sem við búum til upplifunina, hvar getur átt sér stað virðisauki, hvar hægt að bæta við upplifunina. Og það það sem við erum oft pínu feimin við. Þegar fólki koma á staðinn, og við vitum það sjálf sem ferðamenn, að þegar mannabort komin á staðinn, þá erum við aðeins hægt að hugsa í krónum og aurum og við viljum bara fá það sem þó að hlutinni kosti eitthvað. Við viljum kaupa myndina í jólasveinalandinu á 25 evrur eða eitthvað af okkur á jólasveininu. Það bara svoleiðis. Þannig að það svona, og síðan sýnileikinn, hvar við miðlunarleiðirnar og vörumerki sem við erum að byggja upp. Ég vildi aðeins tala líka síðan skapandi greinar. Því þegar við hugsum ferðaþjónustuna sem atvinnugrein og vaxtarmöguleikana, þá verður að horfa á hana og ég tala ekki hér, í samhengi við skapandi greinar. Mest aukning hagvaxtar í heiminum í Evrópu í skapandi greinum og þetta ört vaxandi atvinnuvegur. Og árið 2010 var atvinnuvegurinn skilgreindur sem Culture and Creative Industries í grænbók sem kom út á vegum Evrópusambandsins og jafnframt bent á að stefnumótandi aðilar þyrftu að veita þessari atvinnugrein meiri athygli og skilning. En hvað þessar skapandi greinar? Það þessar hérna. Og þessi uppsetning sem var sett upp í nýlegri kortlagningu á hagrænum áhrifum skapandi greina sem var unnin af Dr. Margréti Sigrúnu Sigurðardóttur og Thomas Young. Og þar kemur fram að eitt einkenni skapandi greina hátt menntunarhlutfall í greininni og hátt hlutfall einyrkja. En það mikilvægt fyrir svæði eins og okkar að uppbygging í ferðaþjónustu sé stýrt og hún sé meðvituð en ekki tilviljanakennd.
að stjórnuppbyggingunni snýst ekki eingöngu skipulagsmál eða umhverfismál, það snýst líka að ákveða hvers konar ferðaþjónustu við viljum byggja upp. Það snýst að ákveða hvaða þarfir ferðamanna við viljum uppfylla og hvers konar ferðamenn við viljum laða okkur svæði. Það kostar að búa til arðbærar vörur. Það kostar blóð, svita og tár að draga fram raunverulega sérstöðu afurðar eða staðar. Það ekki einfalt mál að búa til afurð sem svo sérstök að eftir sig tekið í þeirri gríðarlegu samkeppni sem ríkir á markaði ferðaþjónustu. Þar sem ferðavænt fólk leitar að næstu einstöku upplifun. En það snýst einmitt málið. Ekki bara landslag, ekki bara verð, ekki bara gæði, heldur réttu blönduna af verði, gæðum og upplifun. Árið 1999 birtu Joseph Pine og James Gilmore rannsóknir sínar í bókinni The Experience Economy. Samkvæmt Pine og Gilmore upplifun sjálfstæð, hagfræðileg stærð, eins frábrugðin þjónustu og þjónustæðir frá vöru. Sjáið hérna á þessari mynd að við byrjum í hrávörunni. Hérna einu sinni þá var fiskurinn, hann var seldur bara sem eitt stykki, hann var bara seldur, gjörðu svo vel, hérna færið fisk með haus og hala. Síðan farið að búa til vörur, það bara farið að búa til þessa frosnu afurðir sem við höfum verið að selja í gegnum áratugina. En einnig hefur orðið til þjónusta í kringum það að færa fólki í að plokkfisk á disk eins og við fengum hérna fram á veitingastaðnum og svo framvegis. Upplifunin til dæmis búin til á Suðureyri þar sem þú ferð út, þú veiðir fiskinn sjálfur, þú upplifir það hvernig það að fá saltið framan í andlitið og koma við fiskinn heilan og síðan getur þú farið heim og eldað fiskinn. Það upplifun. Þannig að í upplifunarhagkerfinu það skipta þarfir viðskiptavinarins meginmáli. Og það hafa síðan frá 1999 hafa verið gerða töluvert mikla rannsóknar á þessu fyrirbæri sem heitir upplifunarhagkerfið og áherslunar dálítið mismunandi eftir svæðum. Pine og Gilmore hafa áfram horft á hagfræðilegu hlið málsins á meðan skandinavíska sjónarhornið hefur verið að skoða möguleika á samræmi við hönnun og sviðsetningu upplifuna og miðevrópska sjónarhornið hefur einblítt dálítið á þróun og lærdóm einstaklingsins. En Pine og Gilmore halda því fram að upplifun sé 4. stig fjárhagslegs virðis. Það sem sagt þetta með við fórum í gegnum iðnbyltinguna, við fórum í gegnum þjónustahagkerfið og nú upplifunarhagkerfið ríkjandi. Við þurfum að haga þróun afurðana þannig að einstaklingurinn geti haft áhrif á upplifunina með einum öðrum hætti. Þetta gildir ekki bara þjónustu, heldur einnig áþreifanlega vörur. Við erum með síman okkar. Við getum nokkuð sniðið á okkar þörfum. Við fáum þessa síma, við breytum skjánum aðeins á þeim, við setjum inn mynd, við höfum ákveðna valmyndir og svo framvegis við erum að einstaklingshanna síman fyrir okkur á staðnum. Ef það það sem fólk gerir á ferðalögum nefnilega og þetta skiptir því meginmáli því að við erum að fást við þann tíma í lífi fólk sem það lætur sér dreyma á netinu og horfir í löngu áður en lagt upp í ferðalagi þó það sé ekki búið að bóka, það ekki eins og í gamla daga það var bókað árið fram í tíman. En það nefnilega þannig að það að skoða bara staði, það ekki lengur nóg. Þeir ferðalangar sem sækjast eftir upplifunum, þeir vilja ganga lengra og voga sér handan fjölsóttra ferðamannastaða. Þeir vilja kafa dýpra, kynnast menningu heimamanna á merkingabæran hátt í gegnum listir, arkitektúr, tónlist, matagerðlist og mat, íþróttir, ævintýr og náttúru, tungumál, sögu, hagfræði og bókmenntir, mannúð og svo löngunina til að gefa tilbaka. Höfum við ekki orðið vör við einmitt þetta í sjálfboðaliða hópum sem hafa verið að koma hérna til okkar. Þetta kvóti frá Joe Diaz sem meðstofnandi blaðs sem heitir Afar Magazine. En það hefur sýnt sig líka að fólk tilbúið til að greiða hærra verð fyrir þessa ekta upplifun eða authenticity og svo framvegis. En það eingöngu að kaupa rúm eða veitingar þar sem lítil hugsun hefur verið lögð í upplifunarþátti. Það mun meira spennandi líka þegar það kemur að atvinnuuppbyggingu að selja upplifun og ævintýri heldur en einmitt en að selja bara gönguferð, leigja kajak eða selja rúm. Við erum að tala allt annað sjónarhorn. Að selja fólki ævintýri það krefst miklu meira, bæði af þeim sem selur og þeim sem kaupir. Það krefst þess að sá sem selur vöruna geti búið til umgjörð til þess að gesturinn geti skapað sitt eigið ævintýri. Þetta ævintýri felur oft í sér þó nokkra kennslu. Gesturinn lærir til dæmis hvernig á að róa kajaknum,
hvernig hann lærir að þekka sjóinn og til skemmtunar þá fær hann kannski nokkra svona sjóarasögur til að krydda aðeins. Sögur af mannlífi og menningu svæðisins og gesturinn gleymir stað og stund í nokkra klukkutíma og upplifir ævintýrið og jafnvel upplifir þegar hann kemur í land að hann hafi lent í örlítilli hættu þarna einhvers staðar út á sjónum. Og það hápunkturinn, það þetta, ég komst í gegnum þetta, ég gat þetta, ég fór upp á fjallið eða hvað sem það heitir, ég gat þetta. En sjórinn og náttúran öll ramminn utan fjölbreyttar tegundir afþreyinga og upplifana. Það að skapa eða sviðsetja upplifun býður upp á óteljandi tækifæri í ferðaþjónustu til að hvetja til heimsókna með því að skapa ósvikna upplifun sem hönnuð til að tengja ferðamannin við sérstök svæði, fólk og menningu land allt. Og upplifunarferðirnar, þær eru í raun og veru nýtt tækifæri þar sem gengið skrefinu lengra við afhendingu hefðbundinna ferðamannaafurða sem byggjast á vöru og þjónustu. Ferðaþjónustan snýst það umfram allt að miðla, sviðsetja og segja sögu. Á svæðin sem okkar meir en víða annars staðar. Hingað kemur fólk í leita einhverju allt öðru. Fólk sem vil brjótast út úr sínu hversdagslega umhverfi og upplifa eitthvað allt annað. Ferðamenn sem komnir hingað eru almennt fremur upplýstir ferðamenn. Þeir hafa raunverulega þurft að hafa þetta aldrei fyrir því að finna Vestfirði og ákveða að koma. Sumir segja að við eigum ekki að gera neitt og þá uppfyllum við best þarfir þessara ferðamanna. Það getur vel verið gilt sjónarmið og við þurfum að gera okkur ljósta með því að nýta þau tækifæri sem ég að fara hérna yfir. Þá erum við jafnframt að ganga inn í breytingar á mannlíf og menningu Vestfjarða. Því með því að sviðsetja atburði líkt og gert til dæmis í Ósvör sem myndin af hérna og bjóða fólki að líta aftur í tímann erum við að draga fram það sem sérstakt við svæðið og byggja því en við erum líka aðeins að skálda í eyðurnar. Ósvör nefnilega gott dæmistað þar sem sögun miðlað. Þar staðarhaldari sem klæði sig í búning, segir sögur og sínu muni. Þar gefast líka mörg tækifæri til samræðina og þess að vita meira staðinn og læra meira. Sögurnar eru oft sagðar í gamansömum tón. Ég vil pínlítið lí á stöku stað, allavega þegar ég hef komið. En það allt í lagi. Að því leikritið spunnið á staðinum og grunnurinn gamlar sögur sem gengið hafa mann fram að manni. Gesturinn getur snert á hlutum, hann getur lyktað af fiski og hann getur sett sig í spor þeirra sem þarna gengur mann fram að manni. Ég vildi koma hérna í dag til að tala tækifæri. Vegna þess að mér langaði að tala möguleika á því að Vestfjörðum muni ferðaþjónustu og skapandi greinar geta orðið önnur meginstoð atvinnulífs og verðmætasköpunar og að við gefum þeim enn meiri gaum og sköpum ramma innan hvers þessar greinar geti blómstrað og gefið ávöxt. Til þess að svo megi verða má alls ekki líta á þessar greinar sem fá nýtt dútl. Heldur gera til þeirra kröfur fagmennsku, gæði og arðsemi. Víðast hvar stutt ferðamannatímabil, vandamál ferðaþjónustunnar og það 8-12 vikna tímabil sem við búum við vissulega allt og stutt. En við getum með markvissum aðgerðum leikta í allavega 67 mánuði tel ég vera að ferðatímabili byrji og aldrei fór í suður og endi kannski á vetunóttum. Við erum að horfa þá á allt annan tímabil. Ég kaus svona viljandi að sleppa því að fara yfir hagtölurnar sem að Síran fór yfir í morgun. Ég kaus að tala ekki 11% af því að ég vil koma okkur upp í, ég tel að sé hægt að koma okkur upp í 20-30% sem hlut af efnahagslífi þessa svæðis. Ég ætla aðeins að bara tala við ykkur í samhengi við tækifærin. Það má sjá hlutdeild Vestfjarða hérna í gistináttum á Íslandi. Gistinætur á Íslandi voru 3,2 milljónir á árinu 2011. Hér vorum við með 3,14% af þessum gistináttum. Næstu glæru sjáum við framboð gistingar á Íslandi og það er 5,28% af því hér á Vestfjörðum þannig að við höfum borð fyrir báru við getum tekið á móti mun fleiri. Næsta mynd, það sýnir þessa köku sem stækkandi, sem erlendi gestir til Vestfjarða og okkar hlutdeild. Ég ekki að horfa í þessu tali hérna hjá mér á innlenda markaðin. Hann nokkuð stöðugur til þess að gera. Möguleikarnir hér í þessari köku sem að fer stækkandi ár frá ári og á þessu ári stækkaði gistinóttum hefur allavega fjölgað, eða fjölda ferðamanna segi ég. Ferðamönnum hefur fjölgað cirka 12-17% í hverjum einasta mánuð á þessu ári. Þannig að þessi kaka, og hér reyndar skemmtiferðaskip undanskilin og það má horfa þann geira sem atriði sem hefur tekist mjög vel til hér á undanförnum 15 árum að laða að.
ég byrjaði vesturferðum 1993, þá komu hingað 3 skip á ári, cirka. Og flestir gestirnir komu bara til að lúkka eftir natives, sem voru við, sem sé. Ég ætla aðeins að tala pínulítið lengra. Aldrei fór í suður frábært dæmi viðburð sem dregið getur til sín nokkurn fjölda. Tímasetningin heppilegt upphaf ferðamannatímabilsins, hópurinn frekar ungur og dálítið hipp og kúl. Skjaldborgarhátíðin á Patreksfirði dæmi svipaðan viðburð sem sækir á tiltölulega þröngan markhóp fólks. Annað dæmi markhópinn sem við gætum verið að horfa á kvikmyndatökulið, sem við sjáum út allt land núna. Ósnorta umhverfið vatns- og sjávartengd afþreying og nokkuð sterk staðbundin menningar ótvíræðir styrkleikar sem við höfum verið að byggja á og getum byggt enn meira á. Þegar kemur að fjárfestingum nýtt hótel á Patreksfirði frábært dæmi hvað getur gerst þegar athafnamenn í sjávarútvegi hafa víðsýn og vilja til að vinna samfélagi sínu gagn með því að taka þátt og hafa frumkvæði að uppbyggingu á gerólíku sviði. Styrkleika svæðisins felast ótvírætt í náttúrulegu umhverfi en því þarf að pakka inn í aðgengilega vörur. Sérhæfing safna getur til dæmis falist í þeirri leið sem Byggðasafn Vestfjarða hefur hægt og hljótt verið að fara á undanförnum árum með því að koma upp bátasafni. Sem sín forstöðumannsins að koma í notkun til dæmis með því að leigja þá til frumkvöðla í ferðaþjónustu sem myndu vilja bjóða ferðir á þessum gamlu bátum til dæmis hér út á Pollið á fjörðin. Ég ætla að ljúka þessu með tvennu. Fyrst ætla ég að koma með örfá spennandi dæmi staði. Þetta var hérna þessir hvað þarf til, ég hef búin að vera að fara yfir. Henda þessu. Ég ætla að tala hérna út frá það hérna index sem heitir Global Green Tourism Index 2011, sem tæki sem mælir árlega grænar væntingar til og frammistöðu þjóða. Það Ísland í öðru sæti hvað varðar væntingar. Fólk gerir til okkar miklar væntingar. En við erum í 27. sæti þegar kemur á raunverulegur frammistöðu á þessu sviði, sem þó nokkuð alvarlegt mál. Þarna tækifæri fyrir Vestfirði, fyrir þetta svæði. Þetta hérna hótel hótel í Vín, hótel Stadthal í Vín. Það var byggt árið 2001 og í fyrsta borgarhóteli sem byggt sem svokallað Passive House, eða sjálfbært hús, sem þýðir í raun og veru að skapar jafnmiklu orku og það eyðir. Hótelið hefur fengið fjölmörg verðlaun fyrir nýsköpun og umhverfisvæna aðferðafræði. Þeir búa til sína eigin orku, þeir geta boðið gestum sínum að hlaða rafmagnsbílana sína frítt. Gestir sem ferðast með umhverfisvænu farartækjum boðið sérstakur grænn bónus og þeir nýta einungis lífræn matvæli sem framleitir í nágrennu og útvega gestum sínum rafmagnsvespu til leigu. Markasetningin að verulegu leyti byggð á orðspori og þannig náðir 80% nýtingu allt árið. Þetta hérna fyrsta Echo Camp Resort og Spa í Portugal. Þarna tjaldsvæði, gistiskálar þarna á myndinni, sjáðu tjaldsvæðin og þau svona undir smá skýlum. Og þetta til að skýla fyrir sólinni reyndar en ekki rigningun eða rokinu eins og væri kannski hér. En svæði nýtir eingöngu sólar og vindorku og þannig beitt margvíslegum aðferðum til að lágmarka sorp og ýmislegt. Svo hér tréhótelið í Norður Svíþjóð og þeim hefur tekist á þess að málum komið nokkur stór keðja að byggja upp einstakt hótel sem býður upp á alveg einstaka upplifun fyrir gesti. Þetta eitt herbergi. Og þetta hérna, þeir segja hérna, without benefit of big brand or big name Bacchus Tree Hotels has captured the world's attention by packaging earth-friendly operations in design that test the outer limits of green expectation. Þeir sem búin að finna lausnir á mjög mörgu og gameskipi hérna enn eitt annað herbergið. Og ekkert af þessum, ég sýni þetta til að spyrja, kasta fram þeirri spurningu, getum við byggt upp á þessum nótum hérna fyrir vestan? Nota frábæra, framúrskarandi hönnun til að búa til eitthvað einstakt og sérstakt. Ekkert af þessum dæmum ódýrt eða tilvíljanakent, framkvæmdir á þessum skala krefjast raunverulegs fjármagns, en þau krefjast líka hugsunar. Þau eru til þess fallin að laða að markaðshluta með tilteknar þarfir og langanir. Vestfirðir ekki fyrir alla. Við þurfum að leggjast í verulega vinnu til að finna réttu markhópana, tilgang ferða og byggja upp í samræmi við það. Það hefur verið gert að einhverju leyti hérna og ég ætla ekki að draga úr því sem gert hefur verið vegna vel og það mjög margt. Ferðaþjónusta og skapandi greinar og sjávarútvegur geta saman búið til spennandi umhverfi nýsköpunar og upplifuna, hvort sem fyrir íbúa svæðisins eða gesti. Samspil og samvinna þessara greina getur skapa gríðarleg tækifæri og jákvæð, efnahagsleg og umhverfisleg og samfélagsleg áhrif. Við getum sagt hérna að falleg náttúra, hún ekki alveg nægilegt aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Hún vissulega grunnurinn.
Hún skapar umgjörðina, en til að skapa svæði eins og Vestfjörðum aðdráttarafl sem nægir til að bera uppi arðbæra atvinnugrein þarf meira til. Við getum sagt að við komum með sviðið. Við getum sagt að við séum með svið sem jafnast á við flottustu leikhús í heimi, en það næstu í tómt. Við eigum draugina að sviðsmyndinni, við eigum uppkastið að leikritinu, en við erum byrjað að selja inn. En vandamálið að sýningi stendur ekki undir sér og við þurfum að eyða töluvert miklum tíma og peningum í að gera fullskapaða sýningu. En ég ætla að gera smá sjó hérna, ég bið ykkur afsökunar á því að ég fer aðeins fram úr tímanum, en ég ætla að tímaplani hjá okkur, en afsökunar, en ég veit að þið verði ekki fyrir vonbrigðum. Ég ætla aðeins að örva skilningavitin, ég ætla að biðja um músíkina hérna og ég ætla að sýna ykkur smá vídeo, bara stutt, eða þetta bara stutt, en á meðan fáið þið smá að prófa af afurðum Vestfjarða sem búnar eru til úr sjávarfangi. Það andvöku bjart, himinn kvöldsólar skatt. Finnum læk, litla lauk, tínum grös, sjóðum grau. Finnum læk, litla lauk, tínum grös, sjóðum graut. Finnum göldróttan hval og fyndin sel í smáta. Lækja niður, lítill foss, skeinu sá mömmu koss. Lækja niður, lítill foss, skeinu sá mömmu koss. Stingum í spegilsléttan fjöll. Stingum smá fjölskyldu hjörð sem fjúka barna á upp í loft út á sjó. Verð með gleðitt hár, elli ró, elli ró. Hoppum út í bláinn, kveðjum stress og skjáinn. Syngjum lag, spilum spil, þá gott að vera til. Syngjum lag, spilum spil, þá gott að vera til. Tínum skeljar, fjallagrös, látum pappa blása nös. Við grjótar hól, í feluleik, á hleðslu, lambasteik. Við grjótar hól, í feluleik, á hleðslu, lambasteik. Stingum spegilsléttan fjöll. Stingum smá fjölskyldu hjörð sem fjúka barna á í loft út á sjó. Verð með gleðitt hár, elli ró, elli ró. Nú eru búin að smakka á Vestfjörðum, sjávarfangi, þeir eru búin að snerta á þeim, þeir eru búin að hlusta á þá og þeir eru búin að horfa á þá. Takk fyrir.